Já, komið sæl. Eins og búið að koma inn á, þá heiti ég Halldóra og er lektor við lagadeild þessa skóla. Ég ætla að fjalla hér tjáningarfrelsi og lögbann. Þetta er efni sem við getum rætt, eins og eflaust önnur efni hér í dag, getum rætt alla helgina. En þar sem þetta eru erindi þá þarf ég að stikla á stóru og notaði sjálfsögðu kvennafrídaginn í gær til þess að undirbúa. Tjáningarfrelsi og lögbann, svona bara svo við byrjum á aðalatriðunum. Tjáningarfrelsi er varið í 73. grein stjórnarskrárinnar, eins og flestir þekkja. Þetta hefur auðvitað verið mikið í umræðunni undanfarin misseri. Tjáningarfrelsi er mjög ríkt. Eins og þið sjáu þarna þá er í fyrsta lagi mælt fyrir svokallað skoðana- og sannfæringarfrelsi. Svo er hið eiginlega tjáningarfrelsi, eins og við segjum, hérna í annarri málsgreininni, þar sem mælt fyrir að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar. Þetta eru meginreglurnar. Síðan erum við með ákveðnar takmarkanir. Í fyrsta lagi erum við með þá takmörkun að svokölluð ritskoðun er með öllu bönnuð. En ritskoðun myndi vera fyrirfram yfirlestur, yfirleitt handhafa opinbers valds í því augnamiði að koma í veg fyrir eða að einhver birting fá ekki að líta dagsins ljós. Og þetta var eitthvað sem við þekktum hér á árum og öldum áður, en hefur nú einhvern veginn sungið sitt síðasta. En þó þannig að það er ekkert útilokað að við stöndum frammi fyrir einhvers konar fyrirfram tálmunum þó svo ekki sé eiginlega ritskoðun að ræða. Í öðru lagi þá erum við með tálmanir sem að þurfa og er mælt fyrir hérna í 3. málsgreininni og það eru tálmanir sem eru þannig að það er mælt fyrir það að þrátt fyrir meginregluna tjáningarfrelsi sé heimilt í ákveðnum tilvikum að víkja frá þessu frelsi og það er þá almennt með vísan til þeirra markmiða sem fjallað er í þessari málsgrein. Og almennt má segja að það sé þá í raun og veru þegar er að ræða hagsmuni, einhverju undirliggjandi hagsmuni eða verndarsjónarmið sem gera það að verkum að við teljum rétt að víkja tjáningu til hliðar. Og sem dæmi og típiska takmörkunin í því sambandi væri til að mynda ef að ég væri með hér hefði frammi mjög alvarlegar aðdróttanir gagnvart einhverjum tilteknum einstaklingi. Þá gæti hann hreyft því að hér værum að ræða rétt til að takmarka mína tjáningu, þá með vísan til hans mannáls sem er tiltekið í 3. málsgreininni. Þannig að við tökum þetta svona samandregið í grófum þá erum við tjáningarfrelsi en það er heimilt að takmarka þá tjáningu en takmörkunin þarf að uppfylla tiltekin skilyrði sem við komum inn á hérna kannski aðeins og eftir. Í tengslum við tjáningarfrelsi þá er mjög mikilvægt að halda því til haga og er einhvern veginn algjörlega samofið 73. grein stjórnarskrárinnar en það er mannréttindasáttmála Evrópu og einkum og sér í lagi 10. grein hans sem að verndar sambærileg réttindi. Samningurinn nýtur stöðu svokallara almenna laga er ekki stjórnarskrá í íslensku rétti en það skiptir máli að þegar við lögfestingu sáttmálans 1994 að þá hann hafði töluvert víðtækari áhrif heldur en kannski almenn lög gera almennt. Hann leiddi meðal annars til þess að við tókum hér til endurskoðunar eiginlega með öllum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og markmiðið var þar öðrum þræði að færa mannréttindavernd hér á landi til þess horfs sem að þekkist í Evrópu og í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem að Ísland er aðili að. Og sérstaklega nefndur mannréttindasáttmálum í því sambandi. Sumir hafa haldið fram að eftir þetta sé mannréttindasáttmáli þó svo hann sé ekki stjórnarskrá í eiginlegum skilningi þá hafi hann kannski svo kallað stjórnarskrá ígildi. Hann sé á einhvern hátt áðans ég ætla að fara mjög djúpt í saumana á því en svona njóti kannski aðeins rétt hærri stöðu í íslensku rétti. Í öllu falli má fullyrða að ákvæði stjórnarskrárinnar mannréttindi að þegar við ætlum að meta þau og túlka og slá því föstu hver á réttin hverju sinni, til dæmis þegar kemur að meiðyrðamálum, að þá er óhjákvæmilegt annað en að líta til ákvæða mannréttindasáttmálans og dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur orðið mjög víðtæk og stór og mikil og þaðan höfum við fengið mikið af svona reglum og viðmiðum sem við leggjum til grundvallar hér í íslensku rétti. Þannig að það er eiginlega ekki að tala tjáningarfrelsi í 73. grein stjórnarskrár án þess að setja það í samband við þessa 10. grein mannréttindasáttmálans og þá dómaframkvæmd þann sáttmála. Eins og ég kom inn á áðan þá erum við með tvenns konar í rauninni póla hvað takmörkun á tjáningarfrelsi snertir. Í fyrsta lagi þetta með algjört bann við ritskoðun. Algera bann við ritskoðun því hefur verið haldið fram að það kunni eiga við fyrir bærið lögbann
En með lögbanni þá lagt bann við því að til dæmis, og í tengslum við tjáningarfrelsi þá, að einhver tiltekið tjáning fá að líta dagsins ljós. Því svarað afdráttarlaust neitandi í rauninni í þessu frumvarpi til lagana, stjórnarskipunarlaga sem breyttu þessu mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 1995. Þar einmitt tekið fram að ritskoðun sé með öllu óheimil, en það kunni að vera rétt að beita eftir atvikum annars konar tálmunum og þá væri það, og nefnt sem dæmi, lögbann við tjáningu til þess að vernda mannorð annarra. Þessu hafa dómstólar líka slegið föstu alla götur síðan og við sjáum þá dómaframkvæmd sem dómur sem hafa litið dagsins ljós að það gert ráð fyrir tilvist lögbanns sem möguleika til þess að takmarka tjáningu. Lögbanni þarf hins vegar, og ef við ætlum að beita lögbanni til að takmarka tjáningu, þá verður það uppfylla þau markmið sem kveðið er á í þessari 3. málsgrein stjórnarskrárinnar sem ég nefndi áðan. Og hvaða markmið eru það? Jú, í fyrsta lagi þarf takmörkun á tjáningunni eða lögbanni, þá í þessu tilviki þarf að uppfylla eiga sér stoð í lögum. Í öðru lagi þarf að vera réttmætt markmið, það er að segja markmið með lögbanni eða markmið með þessari tálmun á tjáningarfrelsi þarf að vera í þágu einhverja þeirra markmiða sem kveðið er á í ákvæðinu. Og svo í þriðja lagi þá þarf takmörkunin að vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi, en þetta er atriði sem hefur valdið kannski hvað mestum vandamálum eða verið atriði sem hefur verið mesta dýnamíkin í, og þar er ekki til annars að líta en einfaldlega dómaframkvæmdar bæði íslenskra dómstóla og Mannréttindadómstólsins, þar sem þessu tekist hefur verið á þetta hvenær er tjáning nauðsynleg í lýðræðisríki. Og af því að við erum að tala lögbann og það hvort að takmarka hvenær er takmörkun á tjáningu nauðsynleg í lýðræðisríki, við það mat þá verður ekki fram hjá því litið að lögbann er í eðli sínu inngrip í tjáningu fyrirfram. Það er að segja við erum með lögbanni við tjáningu þá erum við að ákveða fyrirfram að einhver tjáning fái ekki að líta dagsins ljós. Við erum ekki að beita vægara úrræði eða viðbragði við tjáningu eins og að mæta tjáningu eftir á eða ákveða að draga viðkomandi til ábyrgðar með einhverjum hætti eftir að tjáning lítur dagsins ljós, heldur við erum að girða fyrir að tjáningin fái að koma fram. Og það verður að segjast alveg svo að Mannréttindadómstóllinn hefur slegið því föstu að það sé ekki nema í undantekningartilvikum sem slíkt inngrip sé heimilt. Það er viðurhluta meira inngrip í tjáningarfrelsið heldur en tjáningarfrelsið svo kallar eftir á inngrip, og að veiga miklar ástæður þurfa að liggja því til grundvallar. Þess vegna má segja að þau ríki sem aðhyllast mannréttindavernd og hafa tileinkað sér bæði lögfest mannréttindasáttmálann og tileinkað sér dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins hafa reynt að takmarka þess háttar tjáningu. Þegar við erum að skoða það hvort við getum takmarkað svona tjáningu með lögbanni, þá skiptir rosalegu máli þegar maður bara skoða dómaframkvæmd, þá er aðalatriði þetta: hefur tjáningin sem á að takmarka einhverja þjóðfélagslega skírskotun? Hefur almenningur hag af því að viðkomandi umfjöllunarefni sé rætt á opinberum vettvangi? Og það er kannski það sem við sjáum, bara svo ég nefni nærtækasta dæmið, af því lögbann hefur verið í umræðunni. Nærtækasta dæmið núna er auðvitað dómur Landsréttar sem var kveðinn upp á dögunum í máli Stundarinnar og Reykjavík Media, en eins og þið flest þekkið, og ég þekka sér ekkert endilega rekja málið, fara alveg í sauman á því, en þarna var gert lögbann hjá sýslumanni við umfjöllun sérstaklega forsætisráðherra og aðra einstaklinga reyndar, og var að ræða gögn sem voru fengin úr vörslum Glitnisbanka. Þetta voru gögn sem átti og voru háð bankaleynd, en þarna voru fjölmiðlar komnir með þessi gögn og ætluðu upplýsa almenning og vera með ítrekkaða umfjöllun þessi efni. Almennt er auðvitað bankaupplýsingar sem við öll myndum ekki vilja færu á stjá, mín persónulegu málefni, eins og til dæmis fjárhagsupplýsingar er eitthvað sem er einkaréttur minn. En þetta mál snerist í rauninni var bara komið inn á annan stig, og þarna var bara komið inn á þetta mat: hvenær er verið að takmarka tjáningu sem skírskota til almennings eða almannahagsmuna, og það sem réði úrslitum í þessu máli, bæði í héraðsdómi og svo niðurstöðu Landsréttar sem staðfesta hana með nokkrum athugasemdum án þess að þær hafa verið teljandi, en það var bara þetta var að ræða umfjöllun í aðdraganda kosninga. Þetta voru stórar opinberar persónur sem var undir, eða ein stór persóna og aðilar honum tengdum,
Þetta var atriði sem átti erindi til almennings og kunni að varpa ljósi á eitthvað í starfsemi hins opinbera og málefni einstaklinga sem höfðu með höndum stjórn hins opinbera og þar með hafði almenningur hagsmuni af. Og þetta í rauninni moment sem veldur því að þarna lögbanni hafnað og búið að gera það núna eða hafnað staðfestingu á lögbanni á 2 dómstigum. Þannig aðalatriðið og það sem skiptir hvað mestu máli þetta, hefur umfjöllun erindi til almennings, hefur almenningur af því að hagsmuni að rétt sé þetta mál og ég held að þessi niðurstaða og þessi dómur héraðsdóms er mjög sannfærandi, sé á margan hátt hann má algjörlega heimfara hann yfir þær línur sem hafa verið lagðar hjá Mannréttindadómstólnum. En vel að merkja, af dómi héraðsdómi héraðsdóms og Landsréttar verður líka ráðið að það ekkert endilega víst að málið færi öðruvísi á morgun eða hinn. Það var það mikil áhersla lögð á hina pólitísku umræðu í aðdraganda kosninga. Ég ekki að segja endilega að þessir aðilar þyrftu ekki endilega að þola þetta, nú ég búinn, 0 mínútur eftir, já, en sko bara við myndum taka þetta heimfærandi yfir á, hér sýnist mér ekki vera nein mjög svo opinber persóna til dæmis eða einhver sem hefur með höndum opinbert vald í þessum skilningi, að ef að þetta væri upplýsingar okkur þá myndum við færa fyrir því góð og gild rök og líklega mjög sannfærandi að hinu sama væri ekki að heilsa í okkar tilviki, að við þyrftum ekki að þola það að fjárhagslegar upplýsingar. Þannig að það eiginlega það sem þetta snýst þegar við erum þegar á að leggja á lögbann og takmarka tjáningu fyrirfram, þá þetta úrslita atriði og eins og ég segi bara svona til þess að loka þessu, þá myndi ég segja að þessi dómur hafi passi mjög vel við þetta stef sem við höfum verið að sjá svona á alþjóðavettvangi á sviði mannréttindamála og tjáningar. Takk fyrir.